Það ekkert alveg sjálfgefið að hafa, skiljiði, svona náttúru bara. Við verðum að standa vörð þetta. Setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar. Græna byltingi. Ég hugsa að margir grænir kjósendur í dag séu mjög óvissir hvar þeir eiga að leggja sitt atkvæði. Og ég held að flest séu mér sammála óháð því hvort þau ætla að kjósa okkur eða ekki, að Vinstri græn hafa alltaf talað fyrir náttúruvernd. Ég fór til Noregs sem sagt til að vinna sem prestur. Þar upplifði fjölskyldan allt annan takt í samfélaginu. Það var reiknað með því að þú ættir börn og gætir átt frítíma með þeim eftir vinnu, farið á æfingar, verið að bara dundi ykkur saman fjölskyldan. Ég einhvern veginn upplifa að Ísland sé ekki á þeirri vegferð. Hvernig getum við nálgast hlutina ekki út frá hagrænum hvötum, ekki hagrænir vísar heldur, hvað gerur okkur hamingjusum? Samfélagin eru bara að berjast fyrir lífinu sínu, berjast fyrir því að það sé skóli á svæðinu, að það sé bara tryggð þjónusta. Stóru málin á landsbyggðunum eru menntamál og samgöngumál og auðvitað umhverfisvernd og að við þurfum að taka upp landsbyggðastefnu en ekki höfuðborgarstefnu sem hefur verið í gangi allt og lengi. Það bara rosalega dapurlegt að sjá umræðuna í útlendingamálum hér á Íslandi og hvernig hún hefur farið mjög hratt í öfgahægri. Ég þekki það líka af eigin raun, bara á eigin skinni, hvernig það að tilheyra minnihlutahópi í samfélagi sem að þarf og hefur tekið breytingum til hins betra. Ef okkur finnst mikilvægt að við gætum jafnræðis og jafns aðgengis og tækifæra fyrir hinsegin fólki í samfélaginu, þá hljótum við að geta yfirfært það sama á aðra minnihlutahópa eins og innflytjendur. Konur hafa umráðarétt yfir líkama sinn og það ekki sjálfgefið eins og öflin eru í kringum okkur í heiminum í dag. Og þetta eitthvað sem við þurfum bara að standa saman bara upp með við konur og karlmenn líka. Mér auðvitað minnistæðast akkurat núna breytingarnar á lögum þungunarrof sem við náðum einmitt með sterkum konum í öllum flokkum og nokkrum körlum sem að standa með þeim sjónarmiðum. Verkalýðshreyfingin á öllum tímum og vinstri hreyfingar á öllum tímum hafa barist fyrir þessu félagslega réttlæti og jöfnuði þrátt fyrir það að bæði kapitalisminn og fjármagnseigendur hafi viljað tala á móti því. Það engin skynsemi í því að vera með stefnu sem að mun leiða af sér bara meiri ójöfnuð í samfélaginu. Eina skynsemin að finna leiðir til þess að jafna leikinn. Og í aðdraganda þessara kosninga þá eru þessir pólar óvenjulega skýrir. Formaður Sjálfstæðisflokksins talar beinlínis gegn því að niðurstaðan sé jöfnuður eins og hann orðar það. Jöfnuður þýðir ekki að fá allir alltaf jafnt. Það þýðir að þeir sem þurfa minna, þeir taka minna, þeir sem þurfa meira, þeir fá meira. Setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar. Græna byltingi, græna byltingi, en það bjargarisleið, bæði fljótleg og greið. Við málum malbiki græna, eftir 20 ár verður kvöldroðinn blá, í grænni byltingu þá. Og fyrir okkur sem erum vinstramegin í íslensku stjórnmálum að þá það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum það sem skiptir mestu máli akkurat núna.